við vorum að tala um það eru svona hliðarverkefni fyrir þá sem eru komnir dálítið áfram í leiklistinni sem við köllum þetta er svona ráðstefnur þar sem þú getur fengið svolítið pening fyrir að hitta aðdáendurna eða eitthvað. Já, í rauninni. Ég þekki þetta ekki mikið, ég er ekki búin að gera mikið af þessu. Ég átti að fara á Comic-Con vist í panel og ég var alveg fellega pirruð við því að það skildi hafa dottið fyrir út af COVID. En ég gerði eina svona heima convention, þar sem við vorum bara á Zoom, eða þú veist, og tókum svona panel, þar sem að verða að spyrja og þú veist, einhverja aðdáendur búin að senda inn spurningar til að fá nokkur úr Vikings til að svara og svo eftir á voru 2 dagar þar sem að var hægt að bóka 5 mínútna spjall við mig og borga fyrir það. Og ég sagði bara, ég er laus þessa 2 daga, þetta var bara helgi og ég sagði bara, ekkert mál. Og það voru aðdáendur og einn keypti, 5 spott og fekk bara hálftíma, og ég bara, hvað má bjóða þér að tala um? Og maður þarf að vera svolítið svona, því að sumir eru feimnir og þú veist, og vilja bara spjalla við, þú veist, þann sem að þeir fíla í þáttunum og er að spyrja þættina og hitt og þetta og það er einhver svona sem að getur slögt á ef eitthvað óviðandi gerist sem betur fyrir gerist ekki svoleiðis hjá mér. Þannig að það er eitt svona sem að er ekki inn í spjallinu en hann er að fylgjast með frá konvensjoninu svona ef að aðdáendinn skildi vera með eitthvað vesen sko. En sem betur fyrir gerist það ekki. Og ég bara svara spurningum og eitthvað og ég ákvaða að taka þátt í þessu og styrkti kvennaatkvæðið með öllu sem ég fekk út úr þessari helgi. Var þetta svolítið peningur eða? Nei, eða þú veist, bara, þú veist, eitthvað smáttur í. Ég var alveg tilbúin að, þú veist, ef það skildu koma 30 manns eða eitthvað sem vildu, en þú veist, það voru nokkrir. Þetta var ekki brjáluvinna. Og ekki leiðilegt. Og ég veist að með mig hvað ég að gera við þú veist, einhvern smá penning sem að kemur í gegnum svona, þú veist, ég man ekki hvað er voru að rukka 10.000 kall á 5 mínútur og ég bara, ágætis tímakaup, þú veist. Þannig að það eru margir sem að gera þetta á milli verkefna og eru bara, þú veist, bara partur af vinnunni. Hvernig þegar við hittust bara áðan frammi og þá voru spurðið um þetta því að þetta lítur svolítið áhugavert að vera í þessari stöðu þegar þú ert leikari og þú ert tengd við eitthvað svona eitt hlutverk eins og Vikings og svo er það kannski rosalega lengi í framleiðslu og svo er það að birtast í langan tíma og eftir og svo sumir kannski ekki og þá eru kannski langt síðan að þú varst hætt að leiki í þessu og allir halda þú sér bara alltaf í þessu. Já, það er ennþá sko í sýningu Vikings eða það er ekki búið að sýna síðustu 10 þættina og það eru 2 ár síðan við kláruðum tökur. Þannig að þetta er ekki 2 árum eftir tökundar er ekki enn búið að sýna síðustu þættina? Nei, en þetta er ekki mjög eðlilegt. Þú veist, flestir þættir fara í sýningu nokkrum mánuðum seinna eða, þú veist, hálfa árið eða eitthvað. En Vikings gerir þetta svona og mér finnst það bara skemmtilegt. Það er bara, þú veist, meiri spenna fyrir næstu þætti. En ég fæ rosa mikið af svona, hvað maður segja, pröfum, auditionum fyrir eitthvað sem er með sverð í hendinni. Og ég er svona, ég get líka alveg gert eitthvað annað, þú veist, tala við umbóðsmannin minn, er ekki eitthvað annað, svo fekk ég eitthvað auditionum daginn þar sem ég átti að vera prinsessa og ég bara, sko nútíma prinsessa, þú veist, í kjól og eitthvað, og ég alveg, ekkert til að, þú veist, fara í bíðar að fara að lána föt, ég þarf að, þú veist, greiða mér og mála mér sem ég ger mjög sjaldan, og bara, þú veist, ég var bara, prinsessa, passa ekkert við mig, þú veist, en það fekk ég ekki hlutverki, en, þú veist, ef maður er góður í einhverju, ég er 1,88, það er ekkert beint eitthvað girl next door look á mér. Það er rosalega, þú veist, 1,88 fyrir kvenmann er svona eins og kannski 2,05 fyrir kallmann eitthvað. Það er eitthvað svo leiðis. Svo er ég hámhælum. Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, ég er ekkert endilega að fara að vera hvaða hlutverk sem er. Og eitthvað svona stríðsvíkinga passar alveg, svo sem. En hvernig er sko, að því síðan alltaf auðvitað verður maður góður í ykkur eftir því sem maður gerir það meira. Þannig að eðlilega að þú ert að leika eitthvað svona hlutverk í langan tíma, þá náttúrulega augljóslega verður mjög góð í að leika þessa tegund af, getur það ekki verið alltaf kunst einhvern veginn að síðan átt að fara að leika eitthvað allt annað og þá kannski bara ertu ekki af góð í því? Jú, algjörlega, ég var enda mjög heppin í Vikings þar sem að ég fekk rosa mikla kennslu í stunts, bara, þú veist, sverð og skjöldurinn og bókfimi og allt þetta og svo fekk ég líka vera drottning, þannig ég var alveg líka og eða þú veist, í Vikings líka drottningin í kjólnum og háfleig, þú veist, og svo fikk ég líka að vera rosalega, þú veist, bara, hvað maður að kalla vulnerable, þú veist, ýmsar senur ef einhver hefur ekki séð Vikings og er að horfa á þetta eða hlusta á þetta, þá
þá ætla ég ekki að spoila þínu, en það eru moment þarna sem ég er bara ótrúlega berskjölduð, ég er líka drottning og opaslega, þú veist, mikið að stjórna og þú veist, tala fyrir fram að 300-400 manns og halda ræður og svo er líka á bardavellinum að drepa menn, þannig að ég fekk rosa góða svona, já, þú veist, ég fekk ekki bara að drepa fólk eða bara að vera sterk. Einmitt. Þannig að þegar þú fyrst að æfingin í að segir þú að fengi hérna æfingi í sverðfimi og bókfimi og öllu þessu, hvernig fer hún fram? Er það bara sérfræðingar á þessum sviðum að kenna? Eða? Já, þetta eru svona stönds bara sérfræðingar sem að kunna allt þetta náttúrulega og já, maður fer bara í skúrin, eins og það kallað og þar eru bara mottur á gólfum og maður fær bara sverð og þetta eru bambussverð þetta er ekki óþægilegt og maður er með, þú veist, gúmmi, exi eða eitthvað og maður er að læra kóreografíu í rauninni, þannig að þetta er eins og dans sem þú þarft að læra af því að þú ert að drepa þennan svona og svo ferðu að drepa þennan svona og svo gerur þetta og svo ert að fara niður á hnéðin og drepa þennan svona og þetta er besta æfing og ég, þú veist, fór á Ólympíuleikana 2 ég er búin að æfa mikið í gegnum árin, ég var brjálæðislega þreytt eftir svona 1,5 tíma í stuntsæfingum aftur í gegn og aftur og það var alltaf verið að svona í að því Ragga fór á Ólympíuleikana, hún getur þetta alveg þannig ég einhvern veginn höndlaði ekki verið eitthvað strákar, ég er ógeðslega þreytt nei, það var bara, Ragga getur þetta alveg Ragga er ekkert að fara að vera þreytt og ég eitthvað bara, þú veist, keppnisskapið í mér alveg nei, bara aftur og En er þetta ekki líka tvöföld þreyta því þetta er bæði líkamlegt en síðan ertu líka náttúrulega að læra nýtt og það reynir svo mikið á heilan líka Svo stend ég inn í eldhúsinu mínu bara, þú veist, morgunin og er bara með sleif, bara tríesleif og er bara, og svo þarna og þetta er alveg, þú veist, maður þarf alveg að vera svolítið, þetta er eins og að læra texta maður þarf að læra kóreografína og ég alveg, fyrsta skipti sem ég kom inn í skúrin og þeir voru búin að kenna mér og fara í gegn og ég var búin að fara í gegnum þetta nokkur sinnum og við gátum farið að taka þetta hraðar þá allt í henni heyrði ég aðalgæðanum andaðu og ég alveg, hvað er þetta að tala um? Bara Ragga, andaðu og ég alveg, já, ok, sko, ég er sundkona í hvers skipti sem ég tek á því, þú veist, er að gera eitthvað erfitt þá held ég nýr mér andan bara ósjálfrátt af því að þegar ég er að synda þá er það bara og kera það, þú veist og ég held ég gera þetta meira þess að þegar ég er að hlaupa sprett, þá bara og svo bara kerir maður að það og ég alveg, já, við tókum inn alveg mínútu, þú veist sverð, skilur að drepa 5 manns og ég var bara, þú veist þannig að ég þurfti að læra að anda á meðan ég var að gera þetta Hvað er það, af því að svo flökkum við einu annað í sundinu þegar þú andar Er það þó ekki þegar þú ert að taka frekar styttri vegalengdina? Nei, sko, þegar ég er að taka sprett, ég syndi 50-100 metra skriðsund mest megnis, þá andar maður mjög sjaldan og í 50 metrum kannski einu sinni eða 2 Einmitt. Þannig að maður þarf að halda niður í sig andanum bara og keyra á. En ég læriði þetta þannig að anda og það hjálpaði bara rosalega mikið að öskra á meðan, sem gerir náttúrulega stríðskonuna ennþá meira ógnvekjandi og rosalega að bara öskra á meðan ég er að drepa fólk. Þetta er rosalega. Varstu þá í ferlunu, varstu þá bara x marga klukkutíma á dag að æfa skilningar og bókfimi og allt þetta? Ekki kannski í marga klukkutíma á dag, en þú veist, í marga daga, kannski 1,5 stundum var ég bara að taka upp eitthvað og var í pásu, þá komu þeir bara á settið og ég kannski í kjól og ég þurfti bara að setja kjólinu upp, setja belti utan um mig og fara í gegnum rútínurnar til þess að undirbúa fyrir eitthvað sem var að gerast daginn eftir eða seinna daginn eða. Þannig að þetta er svona, þú veist, þeir fitta þessu inn í sketsjuli hjá manni og það fer svolítið eftir í hvað maður er að, þú veist, stundum kom ég á sett og bara, við erum búin að breyta þess, þú ert að drepa 5 manns í dag og þá koma þær, gerðu svona og ég bara, og þá koma allir stuntsgæjarnir og gælurnar sem ég á að drepa og eru bara hérna, þú veist, ok, bara thumbs up og ég náði engu af því sem við áttum að gera og þeir eru ekkert marg, gerðu bara eitthvað og við deyjum. Þannig að ég er eitthvað kannski halva metra í burtu frá einhverjum og einhver bara deyr við það. En hvernig þú ert náttúrulega vöndi að vera, sko, þegar maður fer jafn langt í íþróttum eins og þú varst komin, þá þarf maður náttúrulega tilenga sér mikinn aga og allt þetta. En hvernig að vera komin í svona stóra production af því að hver og einn dagur bara kostar ógeðslega mikið. Og eins og þú segir, svo að breyta einhverja, þetta er ekki maður lítur að þurfa í svona starfa að vera rosalega vel undirbúin undir hvern einasta dag, bara sofa vel, hlúa vel að sér, bara því það þýðir ekkert að mæta eins og einhver tuska inn í svona dag. Margir gera það samt. Það er ótrúlegt hvernig fólk kemst í gegnum þessa vinnu á þess að vera með þetta, að því ég er svo mikill íþróttamæður, að ég geri allt, þú veist, ég undirbý mig einhvern veginn alltaf eins. Og mér finnst sundferillinn og leiklistaferillinn allavega hinga til mjög svipað konsept, sko. Að því að maður þarf einmitt að sofa vel, borða vel, ég er ekkert að fara að mæta á settið svöng eða þreytt eða
allavega virkar ekki fyrir mig. Nei. Og einmitt, hver dagur kostar þannig að maður á ekki að mæta og seint eða, þú veist. Ég veit ekki, kannski er það bara karakterinn í mér, en ég myndi hugsa einhvern veginn, shit, það er eins gott að ég delivery hér, sko. Já, það er ótrúlega. Ég var alltaf með mínar línur og hreinu og allt svo leiðis og svo komaði stundum og það var einhver sem var ekki að feskur og kannski ekki að muna línuna sínar og maður var að bíða þangað til að, þú veist, manneskjan lærði línuna sínar líka við. En það sem betur fyrir gerðist mjög sjaldan og það var svona einstaka dæmi að því að það eru flestir sem í þessum bransa bara rosalega, já, góður í þessu að, þú veist, vita hvað virkar fyrir hvern og einn. Fyrir mig virkar að vera vel sofin og vel nærð og bara, já, gera ákveðna hluti, hita upp í rauninni. Ætli það sé ekki að aukast í, mér finnst það svo í flest öllum geirum, bara svo ég var með Arnó Guðjónsson einu daginn og þegar hann var að spila fótbolta þá var bara, þú veist, þú verður í ensku úrvalsdeildinni, þá var bara bjór fyrir æfingar og eftir æfingar og allt, nú er þetta bara ekki þannig. Ætli það sé ekki eins bara eins og hjá leikurum og svona að Jú, ég held það. Professionalismin er að aukast eftir því sem samkeppni verður meiri og allt þetta. Jú, ég held það. Það gerist einu sinni að ég fór í matarboð og fekk nokkur rauðvínsglös og svo var schedulinu breytt og ég átti að mæta 5:00 morgunin daginn eftir og ég var bara, ok, hvað er best að gera alveg? Ég heim að drekka vatn og ég drekk mjög sjaldan áfengi þannig að þetta var alveg, ég átti ekki að vera að vinna daginn eftir og mér fannst þetta mjög erfitt. Ég gæti ekki gert þetta daglega en það eru margir sem gera það. Ég meina, sumir bara virka svona. Akkurat. En fyrir mig sem bæði leikona og þú veist hvernig var að synda þá verði ég að vera undirbúin, sko. Einmitt. Hvernig ef ég spóla aðeins tilbaka, hvernig kemur það annars vegar, sko, því það var dálítið bratt að þú allt í einu ákveður að skipta takt og fara bara í leiklist. Já. Og síðan þegar þú ert búin að ákveða það, þá targetir það svolítið þetta. Já, þetta náttúrulega lítur þannig svolítið út, en ég ákvað það þegar ég var 7 ára eða eitthvað, að ég ætlaði að verða leikona og sundkona, en samt ætlaði bara, þú veist, byrjaði að vera sundkona. Og mér var boðið hlutverk í bíómynd þegar ég var örugglega 18 ára eða svona að það var allan verið í að því að það væri verið að bjóða mér hlutverk og ég bara var á leiðin á heimsmeistaramótið eitthvað eða ég man ekki, Evrópumeistaramótið eitthvað, ég verið 18 ára kannski eitthvað og ég sagði bara nei, ég ætla að klára sundið, svo fer ég að leika. Þannig að þú varst alltaf búin að ætla þér þetta? Ég ætlaði mér þetta alltaf og ég, þú veist, fór í leiklistatíma í MH og ég var alltaf einhvern veginn svona, þú veist, gera það sem ég gat og svo eftir að strákurinn minn Breki fættist, þá fór ég í leiklistanám út í Bandaríkjunum og já, sá Vikings þegar hann var nýfættur og ég bara, ok, þarna ætla ég að vera og það var ekkert spurning. En að reyna að koma sér inn í eitthvað sem er svona þegar orðið, er það ekki dálítið? Það er rosa skrítið, eða þú veist, ef maður er ákveðin og ætla sér eitthvað þá, þú veist, fyrir mig að þá gerist það og ég er bara þannig einhvern veginn, ég bara stoppa ekki þannig fyrir en að það er bara komið, en ég er líka rosalega raunhæf, ég er ekki að ætla mér eitthvað sem að mér finnst ekki vera að ætla mér til að byrja með. Ég skil þig. Þannig að Vikings, þú veist, kannski er þetta bara eitthvað svona, hvað maður að kalla, þú veist, eitthvað innsæi eða eitthvað, ég bara sá þættina og ég bara, vá, þetta er algjörlega þar sem að ég á að vera. Ekki bara mér langar. Ég veit það ekki, ég meina Vikings, þú veist, þetta er náttúrulega bara maður er með vikingablóðið og þú veist, ég heiti Ragnheiður Ragnarsdóttir, þú veist, Ragnar Loðbrók, aðalgæinn, Björn, þú veist, játsíða, pappi minn heiti Björn Ragnar, þannig ég gæti verið Björnsdóttir en hann er alltaf kallað Ragnar, þannig ég er Ragnarsdóttir. Ekki það skipti einhverju máli en þú veist, maður bara Þú hefur líka bara útlitið í þetta hlutverk og einhvern veginn. Já, ég held það nefnilega. Þú veist, ég er ekki, eins og ég segi, ég veit alveg hvar ég passa inn í og hvar ekki. Og ég er ekki lítil og nett. Ég er mjög hávaksin og ég er sterk og ég er ekki nett. Þannig að maður er ekki að stíla inn á eitthvað sem að passar bara enga veginn, þú veist. En hvað þá með, af því að ef þú hefur allan tíman ætlaðir þetta, af því það ég gef mér að það að keppa í íþrótt eins og sundi er rosa mikið hark, það er ekki mikil peningur í þessu rosalega mikið æfingum. Var ekki einhver punktur þar sem þú hugsaðir fyrr áður en að svona þar sem þú hugsaðir, ég ætla bara núna að svissa, ég ætla að hætti sundin og fara í leiklistina? Nei, reyndar ekki. Ég þetta er hark sko, algjörlega og foreldrar mínir bara voru eins og bara himnasending bara í þessum ferli að leyfa mér í rauninni að búa heima lengi og styðja mig alveg bara frá A til Ö af því að ég í rauninni
ég varð góð í sundi, maður kalla það, þú veist, hérna á Íslandi og svona 18, 19, 17, 18, 19 og ég hélt bara áfram að verða betri og betri og þú veist, að fara á Ólympíuleika, heimsmeistaramót, Evrópumeistaramót, það kostaði allt saman peninga, æfingabúðir og allt þetta og ég hefði aldrei getað þetta ef að foreldrar mínir hefði ekki verið bara boðnir og búnir til að hjálpa mér. Þannig að það er ekki þetta að lifa almennilega af því að vera bara í sundi, jafnvel þú maður sé komin á þetta hátt level? Alls ekki, ekki neitt sko. Nei. Ég fekk rosalega góða styrki úr mörgum áttum. Ég alveg bara á eiginlega ekki til orð ennþá yfir bara öllu sem ég fekk bara öllum þeim sem að studdu mig, bæði fyrirtæki og einstaklingar. Svo var ég bara að vinna. Ég var að vinna á bar og ég var að vinna, þú veist, hér og þar í búðum og hér bara út allt til að borga fyrir, þú veist, æfingabúðir, heimsmeistaramót. Þú veist, það kom reikningur eftir fyrir heimsmeistaramóti upp á 750 skall og við vorum á leiðinni til, mér minnir að það hafi verið Ástralía og ég bara, ok, það þarf að fara að safna, þú veist, þetta er bara, það er engi peningar í rauninni, þú veist, til að lifa af. Nei. En sem betur fer, þá eru styrkir bæði frá íþróttasambandinu og þegar maður er komin á ákveði level, en þetta samt sem aður. Manni finnst kannski eins og samt að í svona litlu landi eins og Íslandi, þegar fólk farið að ná að komast á Ólympíuleiki einstaklingsíþrótt, þá er það náttúrulega fulltrúar landsins, þá ætti einhvern veginn kannski að vera innbyggt inn í kerfið að vera hægt að sjá til þess að fólk gæti þá bara lifað að því að vera að þróa sig í þessari grein. Sko. Ég mæli með því að það verði gert. Því að það eru rosalega margir góðir íþróttamenn sem að ég sá á mínum ferli til dæmis sem þurftu bara að hætta. Sem höfðu ekki baklandið til þess að geta haldið áfram og þurftu bara að fara að vinna fulla vinnu til að geta það er rosalega sorglegt. Já, þetta er rosalega sorglegt. Af því að við höfum svo mikið af góðu íþróttafólki og já, því miður er það bara þannig eins og til dæmis í fótboltanum að þeir komast á stórmót og það bara ég held að KSÍ hafi fengið 1,5 milljarða eða 1,8 milljarða en það er engin þannig peningar í frálsum íþróttum með sundi eða þessum greinum þannig að maður svona, þetta er ekki það margir einstaklingar sem komast í einstaklingsíþrótt og ólympíuleika, maður hugsa svona við ættum sem þjóð mér finnst þetta mjög góð hugmynd að þetta ég meina við erum með listamannalaun til dæmis þá ættum við að vera með íþróttamannalaun líka það eru íþróttastyrkir og það er alveg eitthvað og ég veit reyndar ekki hvernig þetta er núna en ég held þetta sé komið aðeins betri stallheldur en það var þegar ég var að æfa. En maður er alltaf heyrt með sundið að þetta sé bara ekkert smá mikið af æfingum. Þetta er ég meina morgunæfingar á mótnana, lyfta á daginn og svo æfingar á kvöldin, þetta er alveg, þetta er full vinna, sko. Og ég náttúrulega bara fór í auglýsingar og þú veist, auglýsti bara hitt og þetta og fór og fekk styrki hér og þar og maður bara þurfti að gera allt inn á milli til að reyna að halda sér á floti í þessu. Hvernig var hverju voru hápundarnir? Það eru náttúrulega ólympíuleikarnir bara eitthvað? Já, sko, já, ólympíuleikarnir, heimsmeistaramótin, Evrópumeistaramótin, Íslandsmetin, það eru rosalega margir hápundar, svona, sem að... En er ekki fyrir einstaklingsíþróttamenn, er ekki ólympíuleikarnir svolítið... Já. Er það ekki? Já. Því þá ertu einhvern veginn komin í ólympíuþorpið og með öllum og... Já, ólympíuleikarnir og allt í kringum það er rosalega, þetta er einhver önnur vídd, finnst mér. Og það er svona, þú veist, ég reyndi við 3. ólympíuleikana árið 2012 og náði lágmörkum og eitthvað en ég var ólétt. Þannig að ég var komið 4 mánuða leið og var bara gubbandi á hliðalínni á síðustu sundmótunum, Evrópumeistaramóti og eitthvað. Og var bara alveg handónýtt. En það hefði verið rosa gaman að fara aftur og ég meiri segja að hugsaði í fyrra að ég ætti maður að taka Tókíó. Svo fekk ég eitthvað svona þetta innsæi, nei, það er ekki fyrir mig, ég á ekki að fara til Tókíó. Og ég hefði alveg getið það, ef ég hefði bara sagt, já, ok, nú ætlum ég bara skella mér og fara að æfa eins og ég er vun að gera. Heldur þú hefur alveg náða lágmörkum og... Já, ef ég hefði ætlað mér það. Já. En það var bara eitthvað í innsæinu sem sagði mér að þetta væri ekki fyrir mig. Okay. Og svo gerist allt sem gerist á þessu ári og engir ólympíuleikar og þú veist, allt öðruvísi landslag á íþróttaheiminum núna á þessu ári heldur en í fyrra. Þannig að ég hef rosa trúið því að ég hafi eitthvað svona innsæi á því að vita hvert ég á að fara. Já. Þú veist, ég er alveg með fullt af svona, þú veist, hvað maður að kalla, eitthvað sem flesti myndi kalla draumóra. En mér finnst það ekki, það bara mega bara sens. Það er ekkert annað sem býður. Þetta er að fara að gerast og svo þetta. Og svo þegar kemur einhver fluga í hausin og segir
ef að skella okkur ólympíuleikana á næsta ári já, það væri gaman, nei, það er eitthvað sem segir nei. Já, líður eins og sér þá það vel tengd innsæðin að þú færð sko annarkvort bara já, ok, go for it eða, nei, það er eitthvað sem stoppar. Svolítið. Já, það er svolítið þannig. Og þess vegna árið 2012 þegar ég fór á ólympíuleikana, þá fékk ég lúnabólgu veturinn og það var alls konar sem var að svona segja mér hættu þessu bara, hættu að synda, taktu þau pásu núna, þú ert ekkert að fara á ólympíuleikana. En ég alveg á hörkunni með fullt af styrtaræðlum á bakinu og bara ég ætla mér og gerði mitt allra besta og endaði svo með breka innanborðs og ekki á leiðinu á ólympíuleikana og ég man að fyrsta daginn á ólympíuleikunum ákvað ég að horfa bara ekkert á ólympíuleikana og ég fór bara og fekk mér samloku með ekstra beikoni og þú veist bara sósu og dýfðinu onni í súkkulaði líka og var bara ég ætla að borða núna ég er ekki á leiðinu á þessu ólympíuleika og mér leið bara vel þú veist að með það af því að ég vissi alveg að það væri svona þar sem ég átt að vera eða þú veist og ég man alveg að þú veist nokkru mánuðum áður en að tímabilið, ólympíu tímabilið byrjaði það á því ári þá var ég komin allt annað í huganum þá langaði mig í börn og fjölskyldu og ég var komin í eitthvað svona allt annað gír heldur en ég hefði verið í Já, þú fórst á ólympíuleikana frá 2004 og 2008 Já, Aþenu og Peking Hverju voru hittir einhverja stórstjörnur hverju voru stórstjörnur þar í íþróttaheiminum á þessum ólympíu? Var ekki Michael Phelps í sundinu, Usain Bolt svo náttúrulega bandaríska körfuboltalandslið fær alltaf svolítið að senu hana Já, það er svo að hafi heyrt ykkur að sögur af mér hérna Nei, bara svona ég er að reyna að hugsa þetta því ég skrifaði bókinum um Björgvin Pál handboltalandsliðsmarkmann ég var svo ánægður með hann að hann var í Ólympíuþorpinu og þar voru þeir hittu Lebron og Kobe og eitthvað og þeir voru allir svona eitthvað en enginn þorði, Björgvin var svo eini sem sagði bara, strákar, ég þarf að fá selfie með ykkur, skilur Þetta var rosalega fyndið hvernig þetta gerðist. Ég veit ekki hvort einhver hafi virkilega farið í saumana á því hvernig þetta gerðist. En ég kynntist þeim mjög vel og bandaríska körfuboltamönnum. Já, og ég spottaði á í matatjaldinu fullt af fólki kring og ég segi bara, ég ætla bara að fara að fá selfie. Og ég labba upp að einum þeirra og fæ selfie með honum og hann bara fjall á gólfi bara, hver ert þú? Og ég sagði bara, ég heiti Ragga og ég er frá Íslandi má ég fá selfie með þér? Og ég bara, já, ekkert mál og fannst þetta bara svolítið fyndið fór svo bara aftur tilbaka í okkar hús og 5 mínútur seinna, hvort það hafi verið Björgvin eða einhver, ég man ekki hver hljóp niður, Ragga, það verið að spyrja eftir þér og ég alveg, hvað meinarðu? Þá stóðu þeir allir fyrir utan húsið og bara, hæ Ragga og ég alveg, ógeðslega fyndið og andrarlegt allir handboltastrákarnir eitthvað komnir út í glugga eða út á svalir og bara hvað er að gerast og ég alveg, vinir mínir eru komnir Hverju voru þetta? Þetta voru bara allir gæðnir Hverju voru í bandaríska liðin 2008? Og Kobe? Já Ekki? Jú Var Lebron hana? Já og Chris Paul og Nei, Chris Paul, ég veit ekki það dettur þetta allt út Jú, Chris Paul Já, Chris Paul og hann Justin Kidd Já, Jason Kidd, ekki Justin Já. Svo þetta bara til á YouTube Já, svo þetta bara til á YouTube Justin Kidd Já, við viljum, ef þeir horfa Svo er það svo langt síðan, skilur ég er bara búin að gleyma sér Nei, ég finnst þetta er geggjað Já, og hvað heita Dwayne Wade og allir þessi gæjar, þú veist, þeir voru bara Ég get alveg ímyndað mér að þarna hafi hæðin verið að vinna dálítið með, sko, ljósar svona háasinn Við fórum í nokkuð partí með þeim þegar allir voru búinir að keppa og ég fór á hæsta hælana mína og ég á sko 15 cm hæla og það var ógeðslega 2 metrana? Já, 2,5 og það var ótrúlega fyndið hvernig þeir tóku við verðum það góði vinnir að ég var komin í rútuna með þeim þannig að þú veist, ég var bara í rútuna með þeim og ég veit ekki hversu mikið af skóm og peysum og bólum og eitthvað þeir voru að dæla í mig bara, hei Ragga, við vorum að fá hérna og ég bara eitthvað, ok, flott, æðislegt bara brjálæðislega mikið af einhverju dóti, þú veist, sem ég fékk og ég bara, ok, frábært komin í háa hælana, komin í partíið hærri en þeir allir líka við, ég bara eitthvað En þetta skemmtilegt Þetta bara skemmtilega, góða minningar Þetta var, þú veist, það var alls ekki hápunkturinn á ólympíuleikunum samt, sko Nei, hvað var þetta var bara að synda, keppa Líka opnunarhátíðin þetta í Kína var rosalegt, sko
en já, bara, þú veist það eitthvað svona einmitt, þú segir opnunáttin þegar það ekki þá einhver sem fremstu með fánan, það svona eitthvað moment þegar þú ert að labba og það íslenski fánin og við Fúsi, við fórum að gráta og við náttúrulega bæði svolítið frekar hávaxin og þú veist mikil og áttum að vera voða sterk en við bara, nú bara fyrir við að gráta þetta var bara rosalegt moment og við gerum það reynda líka í Aþenu ég man alveg, við horfðum okkur stanna og við bara, nú kemur tárið á 2004 og 2008 þannig að og fyrir utan það, þú veist, fyrir utan sko mín, þú veist, moment á Ólympíuleikunum 2008 þá var bara eitthvað annað að vera þarna þegar strákarnir tóku silfrið. Þetta var rosalegt. Þetta var maður bara litla Ísland og samt erum við með alla þessa góðu íþróttamenn og við vitum alveg að við getum þetta. Og við vissum allan tíman að þeir gátu farið alla leið. En bara upplifa þetta og bara vera á öllum þessum leikjum. Meiri segja sko satt ég upp í stúku, ég man alltaf eftir þessu því þetta var mér alveg eðislegt sko að Logi, þegar þeir voru búin að taka við medalíunni, þá horfði hann á mig alveg bara tók, þú veist, bara augun og hendi blómmyndunum beint í mig og ég bara, vel gert strákar og maður bara hágrátandi upp í stúku, þú veist að fylgjast með þessu. Ég get ímyndað með þetta, því þegar að fótboltalandsliðið næri þessum árangur, þá eru þeir náttúrulega hækkast í svona svolítið sambarilegt, en þá voru þeir náttúrulega í Evrópu miklu fleiri, það voru færri sem náðu að upplifa þetta að því þetta var bara svo langt í burtu, þetta var náttúrulega Kína. Þannig að en samt rosalega margir sem ekki bara komu og bara það var svona þeir sem áttu nóga peningum, þeir dundruðu sér bara á úrslitaleikin og undanúrslitaleikin sko. Algjörlega, þannig að það er rosalega forréttindi að hafa verið þarna og fylgst með þessu og þetta er bara náttúrulega sögulegt moment í sögu okkar. Já, eina skipti sem við höfum fengið verðlaun í hópíþrótt á Ólympíuleikum, ekki? Jú, ég held það. Nokkrir sem hafa náði í einstaklingsíþróttum. Sem er magnað, miðað við það að við erum 360.000. Já, maður gleymir þessu stundum þegar ég hef verið að skoða bara tölur yfir fólksfjölda í löndum, að þegar þú ert komin niður í svona 20 miljón manna lönd, þá eru það oft lönd þar sem þú sérð aldrei íþróttamann frá þessu landi. Og það er eitthvað í vatninu hérna, sko. Þetta er rosa skrítið. Nei, þetta er bara eitthvað annað, sko. Því að, þú veist, það eru byggingar í Kína með 300.000 manns innanborð, þú veist, það er bara, átt þú heima í þessari blokk, sko, þú veist. Þetta er rosalega skrítið, því bæði einstaklingsíþróttunum og síðan líka svo fótboltan núna, menn þetta er vinsælasta íþrótt í heimi. Og þegar ég var til dæmis eins og í Ísrael, fótboll er vinsælasta íþróttin í Ísrael og þeir eru að reyna þeir hafa ekki komast á stórmóti í fótboll held ég síðan 74 eða eitthvað miklu fjölmennir en við sko Tyrkir það er eitthvað ég held að sé eitthvað í vatninu en ég held líka bara að þetta sé okkar þú veist við erum afkomendur víkinga og þó hljómi eitthvað hallarslega þú veist segja að við séum með eitthvað frá þeim endilega þú veist það er eitthvað vegna þess að þú veist bara, jafnvel fyrir 100-200 árum það var ekkert fólk hérna sem ekki höndla þetta. Við vorum bara svolítið mikið, þú veist hörð af okkur. Þannig að við erum afkomendur fólk sem að bara harkaði af sér allan anskotan. Já, maður er stundum að hugsa þetta bara, hvernig var að vera í þessu landi hérna fyrir bara ekki nema, þú veist, 200 árum. Já, eða 100 árum, bara frostaveturinn mikli hérna þegar hvað, var ekki spænska veikin eða eitthvað, nú erum við í COVID eitthvað, þú veist, og allir eitthvað, þú veist, við erum að harka af okkur, skiljur eitthvað núna, sem að fólk fyrir 100 árum var að harka af sér í, sko, hvað var, 30 stiga frost, eitthvað, þú veist, og bara bjó í einhverjum kofum, sko. Og það er svona þessi pæling í, veit ekki hvernig það er í einstaklingsíþróttunum, en í íþróttunum sem er mikill peningur í þessu fótboltanum, þá náttúrulega bara er þetta farið að vera þannig að þú ert nógu hæfileikaríkur að þá ertu bara keyptur út 13-14 og þá er spurningin, sko, og þeirra konur innan hús hallirnar, nær maður þá þessum elementum sem voru hérna þegar að fólk var bara æfi snjó og á malarvöllum. Það er góð spurning. Það er svona pæling, sko. Já, ætli það ekki. Það sé bara í DNA-inu líka. En það væri rosalega hentugt að vera strákur í fótbolta, fyrir mig allavega. Svona. Já, einmitt. Rosalega verður það gaman. Já, ekki. En, þú veist, þetta, ég held að þeir, þú veist, ef strákurinn minn, Breki, hann er í fótbolta, hann er 7 ára og hann er harður. Hann gæti alveg farið alla leið, ef hann vill það, ef hann myndi kjósa sér það. Já. Og hleypur rosalega hratt, 7 ára gammal. Þannig að, þú veist, þótt að hann ef hann eða einhverja af þeim sem eru með honum í liði núna eða eitthvað myndi vera keyptur út 13 ára þá er þetta, þú veist, þá er þetta alveg inn í
En ég hugsa strax sko, þegar þú segir, hann getur alveg auðvitað að fara alveg eins og þú talar sjálfa þig, það hjálpa til líka, sko. Algjörlega. Þegar það er verið að innprenta það í börn og þeim sjálfum líður. Já. Því maður er að hugsa, sko, þegar þú ert komin á eitthvað hátt level, þá munar svo litlu og það er þessi sjálfsefi sem gæti verið þar sem gerir það verkum og ferði ekki allaveg. Já, ég hef alveg haft þennan sjálfsefa í alls konar hlutum sem að ég hef ekki haft áhuga á eða ekki vilja nógu mikið. Ég lærði gullsmíði og ég hafði engan áhuga á að læra gullsmíði, sko mér varst rosalega gaman að föndra og gera eitthvað skemmtilegt, en ég hafði ekki þennan brennandi áhuga. Ég hefði ekki orðið besti gullsmíður í heimi ef ég hefði haft brennandi áhuga. Akkurat. En ég var bara, þetta er ekki nógu gott, svo bara var þetta ekki nógu gott af því að ég hafði ekki áhuga og ég hafði ekki trúa mér í þessu. Akkurat. Samt fannst mér mjög gaman að læra smá, eða þú veist, það litla sem ég lærði. Og þú veist, það er bara þannig. En þegar kemur að sundin og leiklistinni, þá heyrist mér á þér að þú hafi bara talsveit mikla trúa þér. Já, ekki bara trúa mér, það er bara eitthvað sem að segja mér bara, þú veist, ég á ekki að vera að gera neitt annað. Þetta er bara svona. Veist, þetta er bara svona, ekki neitt annað. Ég er að skrifa líka og ég er að gera alls konar skemmtileg aukaverkefni, en ég ætla mér heldur ekki kannski endilega að vera að leika alla ævi. En hvernig var það þá þegar þú síðan, þegar verði þessi kaflaskipti og þú ferð, hvað er það, 2000, bara eftir Ólympíuleikum 2012 sem þú... Já, Breki fæddist 2013 og ég komin 2014 til Los Angeles að læra. Og þá segir þú ert strax búin að targeta Vikings, það er langa hangað, en að því ég var í Los Angeles í 3 mánuði þarna 2017 og þá fekk ég ennþá betri svona skilning á því bara þessi borg, sko, það eru, hvað ætla að segja, 2 milljónir manna þarna sem er að reyna að vera leikarar eða söngvarar sem er að vinna á einhverjum börum og veitingastöðum og það eru allir í LA að reyna að vera leikarar og söngvarar. Það er alveg þannig. Þeir segja að af öllum leikurum í heiminum þá er 1 eða 2% vinnandi og þá eru að tala um vinnandi í dag. Þannig að alla daga sem ég er að vinna sem leikona og fæ borgað, þú veist, að vera vinnandi leikari, ég er bara þakklátt, þá er ég eina af þessum, það getur verið einhver önnur prósentutala sem ég er ekki með, en þú veist, þetta er eitthvað rosalega lítið af, þú veist, að vera vinnandi leikari er bara En hvernig er það þá, þegar þú kemur hann út og leiðir þá bara strax eins og það veri, þetta er kom engin efi? Nei, aldrei efi, það er það besta við það og það sem að ég ætla mér í fremtíðinni er engin efi með það. En stundum er maður óþolumóður, akkur er þetta ekki komið, hvað er að frétta? Þú vil að það gegja samt. Já, en svo er sko, efinn er ekki til staðar, en óþolinmæðin getur alveg komið. Og það þarf maður aðeins að róa hjartað og róa taugarnar og segja, þetta er að koma, verður róleg. Þannig að... En hvernig var ferlið að koma þér inn í þetta? Hvernig nærða að koma þér inn í þessa seríu? Og reyndir þú ekkert annað áður, eða? Jú, ég var að vinna í heilt ár næstu því heilt ár í Bandaríkjunum í LA og vann við alls konar flotta þætti og bíómyndir Westworld og Skandal og ég veit ekki hvað og hvað en ég var rosalega oft bara þú veist, í einstaksverkefni eða að vinna sem background eða sem aukaleikari eða stand-in. Hvernig er þetta að fólk er að taka svoleiðis gig? Er eitthvað peningur í þessu? Nei, ekkert að ráðu sko bara... Þannig að maður tekur þetta bara því að þetta getur verið möguleiki á... Nei, þetta er í rauninni, þetta er peningur sko, eða þú veist, þetta er bara eins og vinna. Þetta er eins og að vinna á kaffihúsi eða vinna, þú veist, þú bara mætir á sett og ert fyrir aftan aðleikarana og eitthvað, þú veist. Og það er alveg gaman líka, maður lærir rosalega mikið á því að horfa á góða leikara að vinna og og þetta er eitthvað svona sem að margir leikarar, þú veist, þetta er svona undirbúningurinn. Það er rosalega margir leikarar sem að hafa meikað það og muna eftir dögunum þar sem þeir voru bara, þú veist, aukaleikarar og geta talað um það og það er bara rosalega gaman að heyra, þú veist, að það eru margir sem byrja þar. En ég, þú veist, jú, ég reyndi við alls konar, ég fekk auglýsingar og ég veit ekki hvað hann úti og það var alveg gaman líka, sko. En það var alltaf þetta, þú veist, ég ætla að, í Vikings og ég var bara ekkert feimin við það bara spurja fólk bara, þekkir eitthvað sem er að vinna fyrir Vikings þetta til ég að tengja mig og rosalega margir sem að eru bara boðnir og búnir í að hjálpa manni. Og hver var síðan tengingin? Tengingin, ég talaði við Sigurjón Sigvarts og þau hjónin þekktu Ólaf Gunnars sem að var að vinna fyrir Vikings og hann kom mér í samband við
rithöfund þáttana, Michael Hurst og já, ég bara klóraði bakans og bara Og hvernig var leið langu tími þar til að var síðan búið að skrifa undir? Nei, mér varst þetta að vera voða stuttutími, nokkra viku kannski eða eitthvað. Ok. Þú veist, kannski 2-3 mánuðir sem þetta var allt eitthvað, en ég var alveg, þú veist, í mörg ár að spurja fólk hér og þar. Þekkir einhvern? Nei, ég þekki einhvern. Ná, ok. En þekkir þú einhvern? Nei, ég þekki einhvern. Og þá var maður svona, ok, þú veist, hvernig ætlar alheimurinn að koma með þetta til mín hérna? Þetta er skemmtilegt, sko. Okay. Þetta er svolítið eins og að vita, þú veist, eitthvað svona, þú veist, ég bara fann þetta á mér, bara vissi að ég ætti heima þarna og svona alls konar hurðar sem ekki opnuðist þegar maður var að banka. Fyrir ekki, er einhver hérna? Halló? Og ótrúlegt bara að, þú veist, hugsa, já, ok, þetta er ekki rétt að hérna, ok, hér, en hér. Og það er, þú veist, og það hefur líka verið þannig í Sundinu. Ég, hérna, þú veist, ætla að ná lágmarki á ólympíuleikana og ég reyndi þetta, nei, heyrðu, þetta gengur ekki, ég ætla að fara að gera meira jóga, já, heyrðu, það er að koma með aðeins. Þannig að maður bara fer og finnur réttu leiðina, einhvern veginn, það kemur, það byrtist bara nýhurð þegar einhver lokast eða eitthvað ekki opnast. Hvernig er síðan ferlið, svo skrifur undir og líður þá stuttutími þar til að tökurnar eru byrjaðar? Nei, þá líður 2-3 mánuðir þangað til ég var komin á sett. Og hvernig er síðan, að því að það er svona einna mælikvörðunum í dag er síðan, maður sér eins og Instagramitt, bara ríkur upp. Að þá, maður sko, þú ert búin að skrifa undir eitthvað og þú veist, þetta er stórt hlutverk og síðan byrja að skjóta það. En líður síðan svolítið langur tími þar til þetta springur einhvern veginn þegar þetta komið fyrir augufúls. Algjörlega, vegna þess að það var alveg 1,5 ár eða eitthvað sem ég var búin, eða 1 ár sem ég var búin að vera að vinna í Vikings áður en að nokkuð kom á skjáinn. Og maður orðin alveg bara, þú veist, bestu vinir með nokkrum af þessum aðaleikurum og eitthvað og maður er kannski bara, þú veist, út að borða í Dublin með aðaleikurunum og hérna fólk að koma og sjá þá en ekki taka eftir manni, þú veist, veit ekkert hver ég er, sem var frábært. Svo leið og fyrstu þættirnir voru komnir í sýningu, þá bara rauk Instagramið upp í Hvernig gerist það? Ég er búin að vera með mannininn í viðtali sem er líklega með hraðasta Instagram-vöxt Íslandssögunar, Rúrik. Jú. Það gerist bara korter í líka. Við allir hvernig það fór, það bara rauk upp í miljón. Hvernig gerist það þér? Mjög bara svona... Gerist þetta hægt eða var þetta bara eftir fyrsta þáttin sem fór í loftið? Já, en það hægt og bítandi og það koma inn 1000 á dag og þetta út 300 eða eitthvað. Þú veist, þetta er alveg svona... bara hæguvöxt og svo kemur einhver þáttur út og þá koma 50.000 manns í einu eitthvað. Þannig að þetta er svona, þú veist, þetta bara mjakast upp og niður til skiptið, sko. En svo er líka bara gaman að, þú veist, Instagrami er partur af þessum bransa svolítið, maður þarf að vera svolítið duglegur að kynna sjálfa sig og vera virkur og ég elska að ferðast á Íslandi og fólk virðist alveg elska að sjá myndir af fossum og fjöllum og hinu og þessu, þannig að það, þú veist. Er þetta ekki líka, ég meina, því að síðan er þetta geiri þar sem að þú veist, það er kannski eitthvað verkefni og svo líður tími, er ekki líka þegar þú komið svona marga þá náttúrulega myndast tekjumöguleikar? Jú, algjörlega, sem er frábært vegna þess að, þú veist, svo koma tímabil þar sem að maður er ekki að vinna neitt og ég til dæmis akkurat núna, þá er ég að skúra. Ég er að skúra gólf í Ísaksskóla. Mamma mín er skólastjóri þar og blessunlega gat gefið mér smá vinnu. Þannig að ég er að skúra og það er ekkit, þú veist, þetta er ekkit flókið, maður er ekkit alltaf á setti. Nei, einmitt. Og ég er mjög heppin, þannig að mamma ennþá að aðstofa mig svolítið, eða kannski ekki aðstofa mig, ég er alveg að vinna, en gat hjálpa mér og gefið mér smá vinnu. Og á milli verkefna er bara því miður ekkit að frétta stundum. Nei. Og stundum við allt að gerast, það kemur oft allt í einu. En hvernig er þá þegar þú, hvað tók þetta langan tíma að þessar upptökur á bara öllu því sem þú varst að leika í Vikings? Þetta voru cirka 2 ár. Já, og er þá, sko, og færið þá bara borgað á meðan þú ert í þessari vinnu eða ert það að fá borgað alveg á meðan að það verið að sína þættina? Nei, bara fyrir vinnuna, fyrir hvern þátt í rauninni. Já. Og svo þess á milli það var náttúrulega pása yfir sumarið og yfir jólin og þetta voru kannski 2 mánuður yfir sumarið, 1 mánuður yfir jólin og þá reyndi maður við aðrar vinnur, gákast það að sé hitt og þetta í boði og fara í pröfur og hitt og þetta, þannig að þú veist, ég fór og skúraði á milli og þú veist, maður bara Finnurðu mun á því að vera í einhvers konar auditionum fyrir og eftir þetta? Það er að segja, þetta náttúrulega gefur þér, þú veist, nú ertu náttúrulega komin á annað level en þú varst áður en þú varst að leika í þessu. Já, ég finn mun, það eru stærri pröfur
og þetta rosalega skrítið, ég náttúrulega eins og ég segi, ég er 1,88 og ég er ekki ég passa ekkert inn í hvaða hlutverk sem er. Nei. En þau hlutverk sem ég passa inn í, þetta er yfirleitt mjög stór hlutverk eða stórir þættir eða bíómyndir eða eitthvað. Þannig að ég er búin að vera í rosalega, búin að vera nálagt í að bóka þegar maður fær svona callback, eins og kallað. Já. Og stundum fær maður 5, 6, 7 callback og er farin að hitta pródúsera og leikstjóra og þú veist, bara stærstu nöfnin í leikstjórabransanum og svona, þá er maður bara, ok, ég er komin alla leið hingað, það er bara korter í annarkvort að ég fái þetta eða ekki og þá eru kannski bara einhverjir 2, þú veist, ég og einhver einu önnur sem að, þú veist, og svo einhverjir risaþættir eða eitthvað. Einmitt. Og hvernig er það þá, þegar þú lýsir þú sitt komið svona langt, er það þá á milli kannski þín og eins annars leikara, tvekja annara eitthvað? Já, oft þannig, sko. Samt, það eru margir sem spyrja mig, sko, hvort að þetta sé erfitt að fá svona mikið að neitunum, en maður fær ekkert neitunina. Þú veist, það er mjög sjaldan sem einhver hringir og segir, nei, þú veist, þú heyrir bara ekkert. Og það er betra að fara bara í pröfu, klára bara pröfuna og labba út. Svo ef þú heyrir eitthvað meira, þá heyrir eitthvað meira, en þú ert ekki að bíða við síman eitthvað, þú veist. Ég skil. Þannig að, og umboðsmaðurinn heyrir kannski, já, hún er ekki það sem við erum að leita. Þá er hún ekkit endilega að hringi mig til að brjóta mig niður og segja, já, nei, þeir vilja þetta ekki, sko. Þannig að hugafæri er þó kannski meira þannig að ekki að segja að það er kannski skringilorð að þú gefir þér og fáir þetta ekki, þar að segja þú bara heldur áfram og svo dettur eitthvað inn. Já, maður bara, þú veist, og það hefur alveg komið fyrir eins og þegar ég fékk 7 callback fyrir rosalega stórt verkefni sem að byrjaði sýningu núna og stelpan sem að fékk það hlutverk ótrúlega flott í því og ég hefði örugglega geta gert mjög vel líka þarna en fékk ekki hlutverki og hún fékk það og það er rosa gaman að sjá mitt bara svona vá, þetta hefði geta verið ég, þú veist ekki það að maður er að hugsa mikið um það en það er eitt og eitt verkefni sem er kannski risa verkefni sem að maður býður pínlítið við síma. Það er aðeins að rífresa e-maili svolítið oft og vona að það komi eitthvað. Er eitthvað að gerast? Er eitthvað að frétta? Bíómyndir eða þættir? Þættir, já. Ok. En bara gaman. Og ég, þú veist, þegar eitthvað svona kemur ekki til mín, sko, þá er það bara af því að það var ekki ætlað mér. Og ég bara, það kannski kemur manni í gegnum daginn og mánuðina og árin bara á gleðinni því að ég er ekki að pirra mig yfir einhverju sem er ekki ætlað mér. Því að ef þú færð ekki eitthvað, þá er það bara ekki ætlað þér. Og þetta er bara ávið allt, hvort sem það er vinna eða þú veist, að fara á einhver eins og ólympíuleikana eða, þú veist, eða bara hvað sem er, sambönd eða hvað, ef það er ekki ætlað þér, þá færðu það ekki. Já, verður maður að kunna sleppa tökunum. Já, og það er bara kannski eitthvað betra sem býður þín. En targeterar þú þá með umboðsmanninu þínum hvers konar hlutverk þú vilt fara í, eða? Nei, í rauninni ekki. Ég skal bara taka hverju sem er. Nei, í rauninni ekki, sko, því að hún, umboðsmaðurinn minn, hún er rosalega flott og veit alveg hvað ég vil og hvað ég vil ekki og hvað ég get og hvað ég get ekki. Ég get ekki verið litla netta, þú veist, skvísan, þú veist, bara ég það ekki og hún veit það alveg og hún er ekkert að fara að rembast við að koma mér í einhverja pröfu sem að hentar mér ekki. Akkurat. Þannig að vera með góðan umboðsmann sem að þekki mann þarf ekkert að hringja á hverjum degi og segja heldur þú að þú geti farið á hestbak já, þú átt að vita það og ef hún veit það ekki þá er eitthvað að. Hvernig er með þú átt barn, þú ert á Íslandi hversu mikilvægt er að vera á staðnum þar að segja, ef maður er í þessum prósess að vera, þú veist það er ekkert svo mikilvægt, í fyrra fór ég 750 sinnum til London. Ok. Akkur London? Er þetta alltaf skeið þar? Nei, rosa mikið að pröfum þar. Já, ok. Á minn eigin kostnað. Þannig að ég, ok, ekki 750, en ég fór Borgaði þér ekki þegar þeir eru að kalla fólk í pröfur eða? Nei, af því ég á í rauninni að vera þeir búast ekkert endilega við ég sé á Íslandi. Ég skil. Ég fór meðaltali kannski 3-4 sinnum í mánuði, þannig einu svona viku. Ok. Og ég fór bara með morgunflugi út, fór í pröfu, fór á fundi, fór á, þú veist, og heim. Og það var meira þess að nokkuð skiptið þar sem að ég fór með morgunfluginu út, var komin upp á flugvöll og var á leiðinu með flugi heim og þeir vilja hitta það aftur í fyrramál klukkan 9. Ég bara, ok, beint af flugvöllinum, bóka 9 flugum með það. Þú veist, ég meira þess að koma einu sinni heim á miðnætti
með kvöldflugi og þeir vildu fá mig daginn eftir, þannig ég þurfti bara að ligga við, á ég að fara heim frá Keflavíkurflugvelli, á ég að vera bara hérna þá klukkan 5 í fyrramáli þegar ég á að mæta þannig að frá miðnætti til klukkan 5 morgunin ég fór heim fór í sturtu, svaf í 3 tíma og fór aftur út til að fara í, þú veist, callback. Ég skil. Þannig að þetta er eitt af því sem að getur gerst og ég tók þessu bara af því að ég bjó ekki í London og bý ekki í London. Ég þurfti að fara til LA líka áfundi, gerði það 2 svar í fyrra. Hvernig er það þá síðan að eftir að því það er náttúrulega ekki mikil framleiðsla í gangi núna eftir að COVID byrjaði? Það er alveg farið að aukast núna. Já, var það? Já. Ok. En það er rosalega þægilegt núna því núna býst enginn við því að þú komist eitthvert. Þannig að þeir bara taka Skype-fundi eða Zoom-fundi eða vilja bara fá bara audition á teipi, eða þú veist, maður bara tekur þau upp og ég gerði það náttúrulega líki fyrir rosalega mikið, það var að taka bara upp auditionin og senda þau út. Finnurðu mikið mun að því ég er búin að vera með sko, eins og Maríu Birta var einnig viðtali á mér, Svala Björgvins og einhverja fleiri konur sem að hafa verið út í þessari borg, LA og hafa fundið munin fyrir og eftir MeToo, fyrir og eftir Harvey Weinstein af því að fyrir þá sem að kannski, það er svolítið erfitt að skilja, þú veist að tala þetta bara, það er callback, það er eitthvað risastórt hlutverk, sem er einn einstaklingur sem er bara með framtíðina þín í höndum sér, sko. Það er engin einn einstaklingur með framtíðina þín. Var það ekki stundur svolítið þannig? Nei, eða sko, ég vil segja nei. Það er svona það sem að manni hefur verið selt í kringum þetta Weinstein-dæmi að hann hafi bara svolítið verið bara, heyrðu, það er bara já eða nei og það er bara ég sem vel sko. Já, en Harvey Weinstein, þú veist, hvað heldur að margar konur hafi lent í honum? Mjög margar, en ekki 2 milljónir, þú veist. Rétt. En það eru margir gaurar eins og hann og örugglega flestar leikonur sem að hafa verið að leika eitthvað fyrir áður en að MeToo-byltingin kom, hafa lent í einhverjum og ég lenti í því í LA nokkur sinnum, en það var engin svona einn risagaur sem að hafði bara öll völdin. Okay. Þú veist, jújú, þú hefði getað komið mér hérna í einhverja bíómyndi eða eitthvað ef ég hefði verið til í eitthvað og ég er bara mjög fegin að hafa verið, þú veist, komið bein í nefið, ekki verið 14 ára, þú veist, og haldið að þetta sé bara eðlilegt, því að maður veit betur. Og því miður eru ungar stelpur kannski ekki með þetta á hreinu, veit ekki, þú veist, eða vissu ekki, vonandi núna eftir þessa byltingu og eftir þessa Hvað er það þá því mann finnst þetta svo skríti sko hvað er þetta í ferlinu, þú veist, er það Þetta er nefnilega ekki í ferlinu að mínu mati. Þetta er svona eitthvað grátt svæði sem er fyrir utan ferlið. Þetta er grátt svæði sem er fyrir utan ferlið því að þegar þú ferð í pröfu þegar að ég sletti svo mikið bara allt í góðu. Þegar legit agent sendir því í pröfu og þú ferð í legit pröfur og færð callback og allt það, þá gerist þetta eðlilega. En þegar þú ert í partíi, í Playboy mannsinunu, þá hittur einhvern sem segir, ég er pródúser. Ég er að pródúsera þessa bíómynd og ég segi, já, það. Ég googla, já, ok, þú ert það, allt í lagi. Já, ertu til að hitta mig hérna á þessu hóteli á veitingastanum? Já, ég get gert það. Svo hitti ég einhvern á veitingastanum. Ég myndi aldrei gera neitt, þú veist, ég myndi ekki eins og fara heim til neins, hitti á veitingastanum og þá er bara, liggum við komið á borðið bara, ef þú gerir þetta, þá getur þú fengið hlutverki og ég hef engan áhuga á þessu hlutverki. Þetta er ekki gegnum legit agent, þetta er ekki gegnum réttu channelin. Þannig að það hefur þá endalega verið algengar að þetta eru kannski svona einstaklingar sem að líta út fyrir að hafa völd og þeir í að því ef þú gerir þetta, þá er ég að fara að græja hérna fyrir þig. Já, og ég get alveg vel ímynda með það að þú veist eins og Harvey Weinstein, hann var alveg legit með völd og hann gat alveg gert það sem hann var að, þú veist, bjóða konum fyrir hvað sem hann var að biðja og því miður þá, þú veist, var ekki fyrr einhver sem fór í lúðurinn og sagði, heyrðu, þetta er að gerast svona. En hvernig er sko, talandi þetta samt svona aðeins önnur pæling með þess að vera í einhverju partí og það er einhver sem segist bara, því ég hef aldrei hitt marga stóri toppara eins og í LA. Nei, það er bara, ég hef hitt einstaklingar sem bara, þeir bera alla ábyrgð á ferlinum hjá Robert Downey og svo googla maður og það er bara ekkert. Nei. Það er bara, það var þessi mynd og ég skoða allan greiðlistan og nafnið þetta er ekki einu svona neðst, sko. Það skreita allir svolítið í LA, finnst mér. Allavega allir þeir sem ég hitti. Það er svona þannig að þú sagðir hæfið einhvern og þá er hann bara besti vinur þinn. Nei, ég er með alls konar sögur líka úr LA þar sem að mér finnst bara, maður er að spjalla við einhvern
og sögurnar sem að manneskjan er með er bara út í hött og maður er bara, já, ok, frábært akkur veit ég ekki hvað þú heitir þá, akkur veit ég ekki þig, þú veist, en ég var farin að hafa svo gaman að þessu ég er rosa gaman að svo er ég rosalega græn, ég að spjalla við fullt af fólki og ég alveg, þú veist, ég fór einmitt í partíin í Playboy höllinni og bara, og ég var meira að vinna, þetta var vinnutengt og ég bara, já, ok gerum við þetta einu svona æfina, prófum þetta, þú veist, legendary ekki kannski ferilskráni, en þú veist, legendary að fá að sjá eitt svona partí í bara, já og ég var í háum hælum og mér fannst það svo óþægileg, ég verð að setjast niður eða fara úr þessum skóm eða eitthvað og ég settist niður við hliðina á gamlu manni og hann er með eitthvað svona hermanna, eitthvað húið eitthvað, þú veist, og ég er svona eitthvað, já og byrja að spjalla við hann og kemur einhver upp á hann og byrjar að svona, þú veist salútan og ég alveg, ok, flott svo er þessi gamli maður og ég segi, já, er þú líka þreytur? Já, ég er líka þreytur og ég er svolítið þreytt í fótunum og var bara eitthvað svona að spjalla svo bara hvað ég hann og hvað heitir þetta stóð svo upp og þú kemur einhver gaur sem ég þekki bara, varst þú bara að spjalla við hann? Og ég alveg, já, hvað er það? Hann fór á tunglið og ég alveg, ok, já, ég skil, ég veist ekkert hver þetta var. Hann fór á tunglið. Hann var á tunglinu einu sinni. Ég alveg, ok, flott. Og það var þetta Buzz Aldrin tunglfari. Já, ok. Veist, og ég veit ekki hvort hann hefði farið á tunglið ekki, ég ætla ekki að standa upp og segja hvort það hafi verið sér. En þetta lítur að vera mitt samt svona að ég kannski smá svona stigmaði mitt fyrir kvenmenn að fara í eitthvað partí í Playboy-mannsveinu en auðvita, ég menna gaman að prófa þetta. Ég menna það eru rosalega margar stórstjörnur og þú veist, ég kynntist fullt af fólki í þessu partíi sem að vera bara, þú veist, bara mjög flott fólk sem er að vinna í bransanum og leikarar og söngvarar og ég veit ekki hvað og þú veist, þetta bara staður til að halda partí held ég, sko. Eitt af furðulegasta sem ég hef upplifað að því ég þekki hann reynda að flutti síðan til Íslands náungi sem heitir Oliver Lökkert sem átti risastórt samfélagsmiðla fyrirtæki og kom síðan inn og ég, hann er vinur minn og ég fór á mikill partímaður og ég fór með hann á nokkur sem ég leið þá var eitt staður sem var, ég man ekki hvað hann heitir sem var eitthvað rosa merkilegur og hann bara átti eitthvað borðarna og einhvern bungaló og eitthvað dót og allt í hennu sko bara því að ég var á þessu borði þá var fólk alltaf farið að koma upp með mér og spurja mig hver er þú og ég er rosa merkilur þó ég segi bara, sko ég hef komið inn á 100 veitingastæðir sem eru jafn fínir og þessi en þá er það einhvern veginn svona þá búið að stimpla svo sem er þarna í þessu hotna á þessu borði hann er einhver minnst þetta svo sérstök tilvera sko. LA er rosa sérstakur staður mér finnst það rosa gaman í Kaliforníu Norður Kaliforníu alveg heilla mér rosalega vín Kaliforníu er náttúrulega geggjuð sko. En það er eitthvað í svona LA þú veist, og ég bjóð hann í 3 ár og mér varst ekkert að því að búa þarna og ég var bara út í suburbia og var bara, þú veist, með barnið mitt og hvar bjóst í borginni? Í Sherman Oaks. Sherman Oaks, er það nálagt Hollywood eða hann upp í? Nei, það er ekkert rosalega langt frá North Hollywood okay. Þannig að þetta er svona, og ég var í skóla í Burbank og svo, þú veist, er maður að vinna út alla borgina, þú veist, hér og þar á alls konar, í stúdíóum eða hér og þar, þú veist, þegar ég var að vinna margir staðir í borginni sem er bara æðislegir Geggjuborg en það er eitthvað þegar maður er þú veist, einmitt, boðin í partí þar sem að eitthvað, þú veist þetta er rosa gott fyrir, þú veist til að allar að reyna meika já, og maður á að fara í öll þessi partí og mér var svo leiðilt í öllum þessi partíum og ég fór alveg í partí, þú veist ég var boðin í alls konar partí og ég veit ekki hversu oft ég, þú veist, hitti einhverja risa stórstjörnur, þú veist ég var rosa Leonardo DiCaprio fan þegar ég var 14 ára svo allir ég bara hitt hann í öllum partíum og ég bara, hæ, ok, þú veist ég er nú bara ennþá Leonardo DiCaprio fan já, ég meina það eru það allir og verð alltaf já, þannig að þegar ég hitt hann í fyrsta skipti þá gat ég ekki talað já, og hann eitthvað, hæ, og ég alveg þú veist, og það bara kom ekkert út mér sem að meikaði sens og ég var bara í ykkur svona 14 ára, ég var bara en í þriðja skipti var ég bara já, blessaður, ok, bye þú veist, maður bara Mér finnst þetta nefnilega svo gaman að
sérstaklega á Íslandi, þá erum við búin að selja okkur svo mikið að maður má ekki vera starstruck og það nú allir eru eins og eitthvað svona, en síðan það bara, sorry, bara, þú veist, maður verður bara eins og smákrakki innan sumar. Sumar, já. Ég hef hitt fullt af stjörnum þar sem að ég var bara eitthvað, ok. Já. Og maður bara, þú veist, ég til dæmis, það var einhvern veginn ótrúlega fyndið að á svona 3 mánaða tímabili, í hvers skipti sem ég horfði á Channing Tatum bíómynd, þá sá ég hann daginn eftir og hitt hann. Og ég var bara, þetta eitthvað vandræðalegt. Bara fyrir tilviljun? Bara fyrir tilviljun. Og ég horfi ekkert oft á Channing Tatum bíómyndir, en ég horfði á einhverja bíómynd, Magic Mike eða eitthvað, og daginn eftir, það bara hitt ég hann í Paramount Studios og ég bara, þú veist, þekki mannin ekki neitt, ég heilsa honum ekki einu svona, en ég svona rakst á hann og ég var að horfa á bíómynd með honum í gær. Svo mánuði seinna einhver bíómynd sem ég horfa á hana og þá bara hitti ég hann aftur. Og ég bara, þetta vandræðalegt. Ég þarf að prófa þetta einu sinni enn. Og svona mánuði seinna ákvað ég að horfa á eina mynd í viðbót, einhverja dansbíómynd með honum. Heyrðu, hitti ég hann ekki daginn eftir og ég bara, nei, nú komið gott. Þetta vandræðalegt. Ég ætti næst að fara að segja við hann, hæ, heyrðu, ég ætla að segja svolítið. Já, eiginlega. En þá myndi hann alltaf bara halda að þú eru enn eitt storytopperinn. Algjörlega. Og svo er þetta svo fyndið, maður má ekki droppa nöfnum heldur, sko. Þú veist, það er ekki töff heldur, þú veist. Nei. Nú situm við hér og erum að spjalla þú veist, einhverja risastjörnur. En þú veist, þetta er ógeðslega eðlilegt þarna úti. Alveg eins og hérna heima, það er mjög eðlilegt að hitta, þú veist, Sölva á kaffehúsinu, já, ég sá Sölva hérna, hann var, þú veist, eitthvað, skilur, og ég myndi ekkert vera eitthvað... Að því hver og einn er í sínu litla hverfi, sko, í borginni, og það er náttúrulega bara... Algjörlega, og sérstaklega þegar maður er komin inn í innan bransa, að þú veist, ég var að vinna í Paramount Studios í 2 mánuði, að vera alltaf á lottinu, þú veist, í stúdíónu, þá er bara fólk þar, eða í kring, eða einhverjir, þú veist, þarna á kaffehúsunum í kring, eða, þú veist, þetta er bara... Þetta er einhvern veginn bara svona, þú veist, það bara orðið eðlilegt. En áttu eitthvað svona moment þar sem að þú bara svona einmitt, eins og bara Ólafur Darri sagði hérna hjá mér bara þegar hann var að leika með Ben Stiller og Ben Stiller er alltaf í hann byrja hann alltaf í einhverju atriðum að berja hann meira til þess að blóðgan, hann er bara, þetta er ekki raunverulegt. Ég er ekki hérna, áttu eitthvað svona moment þar sem þú hefur hitt einhverju svona fræga mannesku og það var einhverju svona samskipti sem átti sér staðar sem bara, þetta er eitthvað skrítið hér. Já. Er ekki eitthvað með Anthony Hopkins eða? Jú, ég var að vinna í Vestvöld og það var ískalt. Við vorum í heila viku að taka upp í Santa Monica á ströndinni og þar í kring og ég var að frjósa. Ég var í pínu litlum kjól og þetta var bara fáránlegt hvað var kalt. Var það svona kalt hana? Það var bara nótt og það var 4 stigi hiti og það var vetur og þetta var bara fáránlegt. Og ég stend þarna alveg að frjósa og hann kemur einhvern veginn og það er einhver sem að var að ná í einhvern jakka eða eitthvað sem ég mátti vera með og hann kemur og setur bara hendina svona öxlunum og er það kalt og eitthvað og ég bara, já, stendur þið vel? Ég bara, thank you sir. Nei, kallaði mig bara Tony og ég bara, þetta er ekkert að gerast og sko, meiri segi hef ég efast þetta hafi gerst af því það stóð engin nálægt til að hlusta á þetta samtal okkar og ég alveg gerðist þetta eða ekki. Bjóði þetta bara til, þú veist, en þetta gerðist en það var svona eitt af því sem að maður bara svona Hann er náttúrulega alvöru legend sko, í leiklistageranum. Algjörlega, og talandi Ólaf Darra hann er legend hérna heima ég verð starstruck þegar ég hitti hann ég talaði við hann daginn, hann er alveg ótrúlega gjafmildur á ráð og gaf mér svakalega góð ráð daginn og hringdi í mig og hringdi svo aftur í mig af því að hann glemdi einhverju sem að hann ætlaði bara að segja mig líka frá. Hann er náttúrulega bara genúinlega góð manneski. Hann er bara dásamlegur. Bara æðislegu gæi, sko. Þannig að þú veist, ég er starstruck þegar ég hitti Ólaf Darra, jafnvel þótt að ég þekkja hann núna. Já, en það er hann svolítið svona, maður er að pæli bara, hann er svolítið leikarinn á Íslandi. Já, ég meina, ég myndi ráðan í hvað hlutverk sem ef ég væri að búa til eitthvað hérna heima eða úti, sko. Já. Bara, þú veist, hann er ótrúlega góð leikari og einmitt, ótrúlega góð manneskja. Þannig að það er gaman að og bara fyndið, þú veist, hvað Ísland hefur mikið af ótrúlega flottu fólki í bara, og þú veist, og það þekkjast einhvern veginn allir. Þú veist, eins og María Birta eða Svala eða eitthvað, þú veist, og maður er bara þessar glæsilegu konur með bein í nefinu, ótrúlega góðar í því sem það er að gera og maður er bara,
þú veist, í smáraleitinu bara, hæ, gaman að segja, þú veist, þetta er ótrúlega skemmtilegt hvað Ísland hefur mikið af talenti. Og heimurinn líka einhvern veginn að minnka með að, þú veist, að Baltasar kemst í sína stöðu, hann hefur aðeins verið að hleypa einmitt Ólafur og Ingvari og fleiri minni hlutverk og síðan eru þeir kannski konur í tengingum eitthvað, þannig að þeir geta opnað einhverja dyr og þannig að íslenskt fólk sem núna að mennta sig í leiklist getur alveg verið að setja markið á útlönd. Algjörlega. Ég alveg á því að það rosa margir íslenskir kallmenn, leikarar, sem eru ótrúlega flottur og einmitt hafa fengið svolítið góð tækifæri hjá hinum og þessum. Ég veist að það er að opna fyrir stelpuna líka svolítið, því að það eru svo margar flottar leikonur hérna líka og bara, þú veist, maður er bara hálf starstruck. Við Heiðarún erum bræðrabönn og þú veist, ólumst upp bara saman, bara frænkurnar og að sjá hvað hún er að gera í sínu, þú veist, Stellu Blómkvist og það sem hún gerði í Póldar og allt sem hún er búin að vera að gera, þetta er alveg bara magna. Ég er bara starstruck, bara í fjölskyldubóðum líka við og þú veist, við bara... Já, svo er það þú, svo er það Hera Hilmars. Já, Hera, ég þekki ekki Heru persónulega, ég held að séum Facebook-vinkonur, en hún er ótrúlega flott. Ég myndi örugglega bara vera starstruck ef ég myndi hitta hana á te og kaffi, sko. Þetta er alveg rétt, eins og segir, það er eitthvað í vatninu hérna. Það er eitthvað í vatninu hérna. Og það er ótrúlega gaman, finnst mér líka hvað Íslendingar eru svolítið svona, við erum svolítið, þú veist, ef ég gæti, ég myndi opna dyr fyrir allar þessar stelpur, þú veist, bara, skilur, ef að Svala er að gefa út nýtt lag, þá bara bomba ég því á Instagram og bara, þú veist, bara vá, tjekki á Sölu, hvað hún er að gera. Og þú veist, það er ekki svona, þú veist, í LA er svolítið mikill svona rígur, maður sér alveg svolítið keppnina, en hérna fyrst mér, þú veist, við erum einhvern veginn öll bara skild og þetta er bara frænk og frændi og bara, þú veist, eins og Ólafur Darri að vera ótrúlega óeigingjarna og bara ráð og visku í, þú veist, bransanum og öllu því sem hann er búin að gera og geta komið því Já, eins og hann sagði ég ætla ekki að vera gatekeeper, sko, ef einhver vill nota tengslanetti mitt, einhver ungu leikar á Íslandi þá bara gjör svo vel, bara allt opið, sko. Bara, ég fekk það bara algjörlega, hérna, beint í æð að það er bara algjörlega þannig því að hann er alveg ótrúlega bara, já bara góður í að... Hvernig er ég rættið mitt við hana? Því nú er hann komin á ákveðið level þar sem við vorum að tala og hann var ekkit feimið að tala pening, hann sagði bara, þú veist, að hann er kannski að taka verkefni þar sem hann er að jafna að fá kannski cirka, ég veit ekki, $100 fyrir svona 3 mánaða vinnu sem er, af því það er svona hierarki í þessu þú byrjar að fara einhvern veginn og þú ert að reyna svo kemst í audition, svo farið þetta og svo halda margir kannski svo þú nú kemst í svona, þú kemst í til dæla stórt hlutverk í stóri seríu og þá er þetta bara meit en það er ekki alveg þannig. Ég bý heima með mamma og pappa með 7 ára gamla barnið mitt, ég er að skúra og ég eyddi öllum mínum peningum í að fara til London og LA í prufur í fyrra og er bara, þú veist, að klóra í bak. Þú lítur þá á það sem bara svona framtíðar investment. Algjörlega. En þú veist, það eru margir sem einmitt halda að þetta sé, einmitt, maður sé bara meit af því að maður var í, þú veist, jújú, þeir borga vel, en þegar það kemur einhvers konar tímabil þar sem er ekkert að gera, þá þarftu að kunna að lifa á því sem þú veist, og þú veist aldrei. Þú veist, ég meina meiri segja Ólafur Darri sem er bara besti leikarinn okkar, ég ætla bara að fá að segja það, mér finnst það allavega, það er mín sko að þú veist, hann er kannski með næstu 4-5 mánuði, þú veist, kannski 1 ár eða eitthvað, ekki það ég viti það en einhver verkefni, svo hvað? Akkurat. Maður veit ekki neitt. Akkurat. Þú veist, ekki einu sinni sko stærstu leikarinn eru út í, þú veist, Leonardo DiCaprio, kannski er bara hann er að gera bíómynd á næsta ári og svo kannski það næsta ári og svo veit hann ekki neitt meira. Já, þetta er kannski allir örugustu giggin sem þú kemst í sé ekki þegar það er svona sjónvarseríur sem er það vinsæla, það er örugt að það verður kannski Bold and the Beautiful. Ef maður stefna í 25 seríur af sápu og bröð. Jú, ætli það ekki. Nei, menn það er kannski tryggur með 3-4 seríur í röð. Já, þá ertu góður í 3-4 ár. Og þú ert í þannig hlutverki að það er ekki farið að skipta þér út, þá er eins og segir, kannski þú ert með 2-3 ár. En hvaða þættir eru garanteraðir? Ég meina, þú veist, ekki margir. Nei. Fyrir utan það að, þú veist, meiri segja Friends, þegar þau voru að gera 4. seríu, þá voru þau bara að fara að gera 5. Vissu það? Þú veist, og síðan líka ef einstaklingurinn gerir sjálfur upp á bak eins og Kevin Spacey, þá er hægt að taka hann út úr þá er alveg hægt að gera ýmislegt. Þannig að það er skrifa nýja seríu bara. En þannig að, þú veist, það er ekkert garanterað. Og það er bara þannig held ég í flestum geirum. Ég meina, hvað ætlar að vera safe? Þú veist, ætlar að vera safe í bara, þú veist, sem lögfræðingur eða, þú veist, þú þarft alltaf að vera að vinna vel, skilurðu, eða þú veist, ég held hvar sem er. Já, og það er ákveðið svona ekki það,
ég ætla ekki að segja að maður fái kikk út úr því að þetta hundleiðilegt að vera alltaf í óryggi en svona, ég fer núna síðustu 12 ára aftur í tímanum mér þá hef ég aldrei verið öruggur með meir en mér finnst ég vera, þegar ég heyri þingmenn vera kvartundan þetta sé svo óöruggt að þetta eru bara 4 ár. Já, okay. Við erum í 4 mánuði örugg kannski. Sko, ef ég er með örugga tekjur í 4 mánuði þá finnst mér að vera bara í rosalega miklu öryggi. Já, þá finnst mér finnst það líka. Það er bara mikið. Sko. En myndið þú samt ekki líka algjörlega fá bara upp í kók ef þú væri í 9-5 vinnu, því þú ert þannig típa. 100%. Ég er ótrúlega ánægð með að það sé þannig fólk úti í þjóðfélaginu sem er 9-5 típur og eru bara þannig en ég er það ekki. Nei. Þannig að ég gæti alveg verið búin að finna mér einhverja góða vinnu og verið kennari eða verið, þú veist, lögfræðingur eða það er líka kannski bara svona ágætis, þú veist, það er hægt að fara að horfa á þannig að manni finnst svolítið gaman að bara, ég þarf bara alltaf að delivera, annars bara er ekkert að fara að gera sérna og þá þarf maður að setja press á sjálfa sig. Já. Og ekki bara að delivera, heldur líka bara harka og finna sín eigin verkefni. Nú er ég að skrifa og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt, það er ekkert að fara að borga mér neitt strax. Hvað ertu að skrifa? Ég er að skrifa bók og 200. Okay. Þannig að þú veist, það er enginn að fara að koma og setja milljónir á borðið og segja frábær bók, ég þarf alveg að harka og ég þarf að fara, þú veist, að vinna í því að koma henni á framfæri eða handritunum. Hefur þú skrifað eitthvað áður, er þetta nýtt? Ég er alltaf að skrifa, en ég er búin að vera rosalega lítið, það er svona eins og það sé svolítið lítið sjálfströst í þessum bransa hjá mér hinga til. Ég hef skrifað mikið, en ég hef ekki þorað lengra með það. Og svo hugsa ég bara, hvað er að mér? Af hverju ekki að prófa, þú veist, af hverju ekki að reyna? En það kemur eitthvað svona einmitt, þú veist, þetta er ekki orðið nógu gott, ég þarf aðeins að bæta þetta, ég þarf aðeins að breyta þessu, þannig að ég hef alltaf einhvern veginn, það hefur stoppað mig og svo hefur bara lífið verið þannig að það hefur verið eitthvað annað í gangi líka. Núna á þessu ári er bara frábær tími til að vera skapandi og búa til eitthvað nýtt og bara, þú veist, stíga mjög stíga út fyrir þægindaramann og bara gera eitthvað, þú veist, búa til eitthvað koma því, þú veist. Þegar þú sagðir áðan hérna að þú svona eins og með sundið og síðan leiklistina og þú segir svona og svo veit ég alveg að það er hérna meira að fara að gerast þegar bara er svolítið þólum. Þetta er eitthvað sagt hvað það er, já? Svona í grófum dráttum. Já, jú, eða þú veist, ég er þú veist, leikkonubransinn er á hug minn og hjarta þessa dagana og þessi árin og ég veit það alveg, ég á 7 ára gamlan strák og mér langar að eignast fleiri börn í framtíðinni, þú veist, ég veit að ég ætla ekki endilega að vera með leiklistina sem aðal fókuspunktin alltaf alveg þangað til í deg. Nei. En núna er það þannig, alveg eins og þegar sundi var bara, þá átti það hugminn og hjarta alveg í mörg ár og nú er það leiklistinn og líka að skrifa og líka að gera alls konar annað með því. Ferðu að horfa á það eins og núna með leiklistina, ferðu að því þú talar allar þess að ferði til London, ferði til LA, ferðu að horfa á þannig að það er bara svona, þú veist, ég veit að það er hérna þetta er að fara að gerast og nú er ég bara legginn og það bara er svolítið svona, þannig en ef þú myndir ekki leggið inn, þá myndi þetta hér ekki gerast. Já, það er náttúrulega, þú veist, maður getur ekki bara verið með eitthvað ákveðið sem þú vilt gera og fara svo bara heim og hetta sér upp í sófa, sko. Mér er svolítið svona, ég fann að sjá þetta þegar ég tala við fólk sem er að ná miklum árangri, að þá er það oft, þú veist, það er rosalega margir sem eru með dagdurum að gera það sama, fá hlutverk í ykkur eða skrifa ykkur bók, en þeir svona ætla að boykotta það að þú þarft bara að gera rosalega mikið af harki og vesinni og glúðri og það er síðan það sem að veldur því að þú kemst á staðinn. Algjörlega, og það er eitt af því sem að íþróttamenn, þú veist, feila stundum á. Það langar rosa marga ólympíuleikana en svo fer fólk að djamma eða svo er fólk ekki að nenn að mæta morgun og þú þarft bara því miður ef þið langar á ólympíuleikana þá þarftu að harka og vinna og hverjum degi að vakna og gera og græja og borða holt og borða rétt og ekki fara að djamma, ekki fara og þú veist, gera þetta, þú veist, fara í útskriftarferðina í 3 vikur og fara í eitthvað, þú veist, sumblengstöðan okkur strönd, frekar að fara í æfingabúðir. Þú veist, þetta er að sama með, þú veist, eins og leiklistina að, þú veist, það að hafa farið til London svona mikið í pröfur, fullt sem að koma út úr því, einhverja vinnur og eitthvað, lítil verkefni, lítil hlutverk hér og þar, en ótrúlega mikilvægt að hafa farið og hitt alla sem eru að ráða, castingdirektora og hitta rithöfunda, hitta, þú veist, leikstjórana og pródúserana og alla þessa sem að maður hefur hitt,
því að jafnvel þótt ég bóka ekki þetta, þá er þetta fólk samt sem aður að vinna í bransanum í mörg ár og eftir 1,5 ár býta, heyrðu, manstu eftir henni eða svo kemur maður aftur á fund og þá bara, já, heyrðu, við hittumst hérna fyrir 2 árum þegar þú varst í pröfu fyrir þetta eða, þannig að þetta er allt eitthvað sem þú leggur inn í bankan til að koma þér lengra. Já. Er ekki geggjaður skóla að hafa verið í Sundunni mitt, af því að það er með svona, þegar fólk er í sjálfstæðsstarfandi, þá er það rosalega oft þetta að þú á einhverjum punktu eru búin að gera þetta ofta og fyrir að þekka tímabilið þar sem að það er bara allt í því sem langar að gefast upp en þú veist að ef þú pússar þér í gegnum það þá er eitthvað gott að fara að gerast. Algjörlega. Og það er væntanlega eitthvað sem þú þarf að gera aftur og aftur og aftur þegar þú ert að æfa í einstaklingsíþrótt og ætlar að komast á Ólympíuleika. Algjörlega. Og það er ótrúlega fyndið, þú veist, með það, þá ertu með eitthvað tímamarkmið, þá veistu hvert þú ætlar að, þú veist, ég þarf að ná þessum lágmarki, ég þarf að ná þessum tíma fyrir þennan tíma. Það er rosalega, þetta er öðruvísi, en þú veist, svo kemur maður í leiklistina og þá er maður með eitthvað markmið, maður ætla sér, en þú getur ekkert bara náð einhverjum tíma. Þú getur ekki bara hakað í eitthvað box og þá ertu komið með einhver hlutverk. Þú þarft bara, þú veist, þetta er heppni, þetta er að vera á réttum stað, þetta er að vera í réttri pröfunni, vera, þú veist, alveg undirbúin, þetta er alls konar sem að tikkar inn í, þú veist, ég hef farið í pröfu og þú veist, og ég var bara aðeins og havaxin, eða ég var bara, þú veist, ég var bara með rauðanvaralit en ekki bleikan eða eitthvað, skilur, og þá bara svona, þú veist, taka þér mann út af bara strax, eða maður fer og maður er kannski bara pínu þreyttur eða eitthvað og maður á að vera það í pröfunni og það bara vinnur með þér og þú fær hlutverkið. Þannig að þú veist, það er ótrúlega mikið sem spilar inn í bara, þú veist, hvort sem maður er íþróttamaður eða að reyna að koma sér á framfæri í leiklist eða hverju sem er. Að leika hlutverk í svona sjónvarseríu þar sem er kannski svona, ég slett oft líka, devoted áhorfendur. Af því ef ég horfa á sjónvarseríu og ég er búin að horfa kannski á marga þætti, þá er ég smá, ég er orðið mjög engaged í karakterunum og mér finnst ég þekkja þá. Hefur lent í einhverju svoleiðis með fólk sem er að það eru aðdáendur þáttana sem bara einhvern veginn finnst eins og þið þekki þig. Já, algjörlega. Ég bæði lenti því bara út á götu, bara Gunnhild og ég bara, það er ég, hæ. Og líka á Instagram, ég fæ rosa mikið að skilabóðum. Bara Björn hefði aldrei átt að halda fram hjá þér. Bara hvernig getur þú litið við honum? Og ég alveg, það eru karakterar, ég heit Ragga, Björn er ekki maður minn, nei, ég er ekki svona farað ánga, þú veist. En svo fær maður rosalega devoted aðdáendur sem eru bara, ég fæ bónorð oft á dag. Oft á dag? Á Instagram, já. Ok. Og ég alveg, wow, bara brjálega að gera hjá minni, bara, þú veist, það er bara ótrúlega mikið af fólki sem að finnst að þekkja mig og heldur að ég sé kannski bara nákvæmlega eins og Gunnhildur eða eitthvað. Reyndar, þú veist, ég hef ekki drepið neitt og mun ekki gera. Nei. Þú veist, það er allavega mitt plan. Ok. Engin veit að hefina fyrir nöllir. Já, en mitt plan er allavega þannig að ég ætla ekki að valda neinum skaða eins og Gunnhild gerir í þáttunum. En við erum rosalega svipaða típu kannski. Þú veist. Ég er, þú veist, sterk, þú veist, og sjálfstæð og þú veist, segi mína skoðun og allt þetta og fólki finnst þetta kannski eitthvað aðlaðandi og bara Ragga, viltu giftast mér? Og ég alveg bara ert að grínast enn eitt bónorðið á Instagram, hvað er að frétta? Þú veist, og svo hugsa ég hver er á bakvið þetta að skrifa svona? Þú veist, ég svo fæði maður frábær skilabóð, bara vá, mér fannst senan þín þar sem þú varst að gera þetta í Vikings, bara æðisli, ég bara frábær, bara til hamingju með góðan árangur, þú veist, skilur, til hamingju með ammælið, bara hvað sem er sem að maður fær. En svo kemur þetta skrýtna inn í hvað myndirðu taka fyrir myndir af fótunum eða tannum aður? Ég bara, ertu að grínast? Bara $7 milljónir, þá skal ég senda þér mynd af tannum, þú veist. En þú veist, þá er þetta... En er þetta ekki bara líkindareikningur að þegar það komið x margar þúsundir þá er bara x mikið prósenta sem er kannski svona aðeins úr takti? Jú, kannski. En maður er bara ekkert að lesa þetta mikið, þú veist, ég hef voða lítið lent í einhverjum leiðendum, þú veist, á samfélagsmiðlum eða bara mjög lítið og yfirleitt er þetta bara frábært. En ég sem betur fer er ekki ung og vitlaus lengur, allavega ekki ung og ég er allavega ekki að taka öllum hrósunum og hólunum á Instagram eitthvað, og það bætir ekki daginn minn, skilur. Og það er heldur ekkert fara að rífa daginn minn niður ef einhver segir eitthvað ljótt. Nei, einmitt. Það er svona, þú veist, þetta er ekki
eins og fólk veit, Instagram er ekkert raunverulegt líf, fólk er ekkert að posta bestu momentum lífsins á Instagram, eða ekki margir, heldur kannski bestu. Og þú veist, þarna er mynd þar sem ég er í sundból og það sést ekki appelsínuhúð, bara, ég ætla bara að setja þessa mynd inn, en ég er með appelsínuhúð, þú veist, ég er ekkert endilega að setja allar myndir inn, þú veist, þar sem að ég stend eitthvað asnalega og þú veist, þannig að fólk, þú veist, þetta er ekkert raunverulegt líf, þetta er ekki raunveruleg skilaboð, þótt að það sé einhver að hæla manni eða rífa manni niður, þá er það ekkert raunverulegt. Akkurat. Það er enginn sem að kemur upp að mér út á götu og segir, þú ert ömuleg, veist, eða oh my god, þú ert frábær og þú veist, og þá skilur er þetta ekki raunverulega að fara að hafa áhrif á mig daglega, hvorki á góðan nýja slæmanhátt. Þú ert búin að vera svona lengi að pæli eða bara lengi að ætlaðir leiklistir, við erum búin að nefna nokkra kallkynsleikari, Leonardo DiCaprio, Anthony Hopkins, Channing Tatum, fleiri. Hvað með kvenkyns hefur verið svona, að því þú hefur svona lengi verið að hugsa um leiklist, ertu með einhverja svona fyrirmyndir? Eða einhverja konur sem hafa alltaf verið bara í miklu uppáhaldi þær? Meryl Streep, náttúrulega. Já, hún er rosa flott. Hún geti leikið Batman og hún er frábær. Já, hún er geggjuð. Hún er æði. Jú, alveg rosalega margar konur sem að, þú veist, og maður getur eiginlega ekki, sko, talið þær upp, því að ég er rosalega, þú veist, maður er feministi, ég er bara, þú veist, ég er alveg bara þvílíkt ánægt ef að konur eru að gera góða hluti og ég alveg hoppa hæð mína þegar maður sér, þú veist, Heru í einhverju eða Heiðrún eða Maríu Birtu og ég bara, yes! Þannig að íslensku stelpuna finnst mér ótrúlega gaman að fylgjast með að vera að gera eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað flott og gera eitthvað og þú veist, og bara nefna þær, það er bara dropi í hafið af stelpunum hérna heima sem er að gera eitthvað gott, skilur. Og þú veist, hitt er svolítið eins og Meryl Streep, þetta er svolítið náttúrulega icon, þú veist, á meðan að maður fyrir fjölskyldubóði hittir Heiðrún eða, þú veist, skilur þessar stelpur. Einmitt. Ég ætla nú ekki að ljúga, ég hef ekki mikið verið að horfa á Vikings-seríunar. En eitthvað sem kemur til mér núna, þú ert að tala um svona bara, ég hugsa bara að þú geti verið lít leikonan í svona eins og Hunger Games. Já. Svoleiðis mynd, sko. Já. Að ég er svona mann þegar ég sá hana fyrst, það er svona ákveðin tegund af kvenkyns leikonu sem getur leitt þannig mynd, sko. Já, ég er bara mjög ánægð með þetta. Er það ekki? Þú ert á andursamt. Er ég ekki spot on, þarna? Spot on, algjörlega, sko. Ég Jennifer Lawrence, ótrúlega flott. Já, geggjur. Ég horfa alveg upp til hennar. Þú veist, allar þessar konur, þú veist, ég minna Julia Roberts eða þú veist, bara name it, sko. Þær eru, þú veist, svo margar sem er að gera rosalega gott. Ungar, þú veist, gamlar, þú veist, dánar, skilur. Ég er að horfa á eldgamla bíómyndir og ég er bara, wow, þannig er ein sem er bara geggjuð, þú veist, bara að horfa á eitthvað, þú veist, bíómyndir frá 1940 eitthvað og er bara starstruck, þú veist. Þannig að það er það er svo gaman að þú veist, vita þannig sé hvernig, þú veist, ég hugsaði til dæmis bara Aquaman, akkur er ég ekki bara komin í Aquaman eða eitthvað. Ég get alveg synd, en að henda mér í Aquaman, eða eitthvað skilur sem að maður bara svona, já, þarna getur maður, þú veist, vera með boga, örvar, sverð, þú veist, exi, eitthvað. Og það er rosa mikið, ég Leika á móti Jason Momoa, er hann ekki Aquaman? Jú, það ekki. Það verður nú ekki vera. Já, þú veist, ég er enda rosa, mér finnst ég sjálf hafa rosa mikið húmor, svo kannski finnst einhverjum ég finnst, en það er kannski allt annað. En ég hef rosalega mikið áhuga á að, þú veist, ég til dæmis að skrifa eina bíómynd og það er rómantísk mynd. Og ég er að skrifa hana með mig í aðalhlutverki af því ég leik hana og þetta er bara eitthvað sem við leikarar gerum kannski þegar við byrjum að skrifa. Ég er aðal og ég þú veist, þetta er rómantísk mynd en mér finnst hún fyndnari heldur en hún er rómantísk, þú veist. Ég skilji. En svo bara kemur það í ljós hvort. En hvernig er að skrifa handrit að heilli bíómynd? Það er mikið. Það er mikið. Það er allan rosalega margir búnir að gera það, þannig að það er hægt. Stundum fer ég í svona, jú, það er alveg hægt. Þetta er alveg, þú veist, þannig að þetta er kunst. Ég var rosalega öðvöld með að skrifa senur og samskipti og dialóg og svoleiðis. Ég á erfiðara með að setja allt saman í eitt gott, þú veist, hvað kemur hvar og hvað gerist svo, eða þú veist, svona í rauninni bara smelli svolítið saman. Ég skil. En ég er með, þú veist, söguþráðið eitthvað og ég á rosalega öðvöld með að setja inn senur og dialóg, eins og ég segi. Hvernig er það? Það er svona einn pæling sem mér finnst áhugaverð, það þegar leikari fær handrit í hendur. Hvernig hann tengir við handritið, sko. Já.
þegar ég fæ handrit í hendunar þá það fyrsta sem kemur til mín yfirleitt það sem að endar síðan á skjánum þegar ég að leika hvort sem það í pröfu eða í vinnu og ég fæ kannski pröfu 2-3 senur og það fyrsta sem að ég fæ til mín þegar ég les af því að þegar maður að tala þá hefur ekki gert það áður veist, sagt þetta veist, við sátum ekki hér og vorum í 4 klukkutíma að undirbúa handrit fyrir þetta spjall það bara kemur það sem kemur og það á að gerast líka þegar maður að tala þótt þú sért búin að æfa þetta í 2 daga kannski í senuna þá þarf þetta að koma eins og þetta sé náttúrulegt og kom í fyrsta skipti frá þér og þess vegna held ég að það gerist þegar ég les handrit að það sem að fyrsta sem ég fæ og finn yfirleitt það rétta það sem endar síðan á En ekki alltaf þægilegt þá þegar þú ert að leika í svona seríu það sem þetta margir þættir og heldur áfram þá náttúrulega hlýtur að geta tengt miklu betur við karakterinn heldur en ef þetta eitthvað lítið hlutverk og bara one-off Það ótrúlegt að vera með karakter og fá og rithöfundurnir eru margir þeir eru ekkert að fara að gera eitthvað sem out of karakter þannig að maður þekkir karakterinn og þegar maður fær senuna þá veit maður hvað karakterinn að fara að gera í þessari senu með þetta dialog og direction sem að senan Kemur það þá fyrirstundum að þetta snýst við, það að segja yfirleitt verið að skrifa handrit og síðan leikur leikarin en síðan leikarin kannski búin að eigna sig karakterinn og þá þurfa handritshöfundarnir að fara að skrifa hann út frá því hvernig leikarin að leika Algjörlega, ég til dæmis var sett í alla mismunandi öll mismunandi vötn og ár og sjó í Vikings og Gunnhild hoppar hún í sjó og Gunnhild syndir þarna og hún kafa þarna af því að ég sundkona og ég fór á fund með rithöfundunum eftir ég var búin að vera þarna í smástund og ég segi, má ekki Gunnhildur fara að synda eitthvað, má hún ekki fara og gera eitthvað svona og koma með einhverja hugmyndir og þá bara, jú, við ætlum að setja hana hérna onni í vatnið og við ætlum að setja hana hérna onni og ég alveg frábært svo sá ég náttúrulega eftir því þegar ég var komin onni í 5 gráðu heitt vatn alveg, í engu, nakin með 300 manns, fyrir fram að mig ég bara, ok, þetta frábært má ég koma upp úr núna en ótrúlega gaman samt, þannig að góðir rithöfundar þeir nota hæfileika leikarana líka Akkurat. Og jú, þetta þegar leikari búin að búa til karakterinn þá það örugglega auðveldara fyrir rithöfundana að halda síðan áfram að skrifa meira fyrir það því að þá þekkja þeir þá líka betur þetta samspil Mér heyrir ég spyr fólk stundum að því svona í lokin þegar mér, svona, ég veit ekki með þig, ég spyr fólk stundum að því að þú værir núna að gefa sjálfur þér ráð þegar þú værir 18 og komið með allar reynslunum sem þú komið með að því gefnu 18 ára þú mundir hlusta hvað ráð mundir gefin, en mér er það svolítið svona hljóma eins og þú hefur svona kannski meira en margir aðrir og þú ert svolítið búin að vera og veist svolítið hvert þú ert að fara. Já, ég samt það er alveg hluti sem ég búin að læra samt sem aður frá því að vera 18 ára sem betur fer. Ég ætla að vona það. Já, ég myndi ráðleggja sjálfur mér að þora að segja nei. Ok. Og ekki þá endilega einhverju MeToo-mómenti, það var ekki þannig. En ef ég geti talað við sjálf mig 12-13 ára að það má segja nei eitthvað sem tók mig svolítinn tíma að læra og eins og ég segi ekki í einhverju MeToo mómenti alltaf eða ekki neitt í rauninni heldur bara að fara ekki yfir strikið eða fara ekki yfir mörkin bara í alls konar, ég man alveg eftir sundæfingum þar sem ég var með lúnabólgu og ég þorði ekki að segja nei, ég er veik, ég þarf að fara upp úr af því að ég var á landsliðsæfingu eða það var einhver þjálfari sem kom frá útlöndum og alls konar svona moment þar sem að maður bara fór inn í sig og bara ég ger bara það sem mér er sagt og þora að segja nei, standa upp og kannski, hugsa sjálfa sig fyrst og fremst og ég læriði þetta með tímanum en þetta hefði alveg mátt koma fyrr. Ertu búin að pinpointa að því þú sagðir á hana þú ætlaðir ekki að kannski vera í leiklistinni alla ævi? Ertu búin að setja þér eitthvað svona langtíma plan um hvað þú ætlar að vera lengi í henni? Nei, alls ekki. Það í rauninni bara af því að mér langar að eignast fyrir börn. Ég eitthvað svo mikið mamma í mér að ég alveg bara til í alls konar mikið krílum og börnum í kringum mig að sundferillinn og móðurhlutverkið fór ekki droslega vel saman. Ég eignaðist barn, það breytist ýmislegt, bæði bara maður er meira upptekinn og svo bara, ef maður þreytari bara. Þannig að, ég
eina ástæðan fyrir því að ég segi ég ætla ekki að vera alla ævi er að mér langar líka til að geta tekið tíma og verið mamma og eignast fyrir börn og þú veist, notið þess svolítið vel. En hvernig er það einmitt þegar þú ferði í eitthvað svona tökur á okkur seríu og þú ert lengi í burtu, er þetta ekki svolítið erfitt upp á það að gera líka? Örugglega á mörgum stöðum sko, en ég horfi á Brooklyn Nine-Nine, dýrka þá þetta og ein leikonan þar er búin að vera ólétt held í 3 svar í gegnum 7 seríur eða eitthvað og maður tekur eftir í hver skiptið því að það er verið að fela það og í síðustu seríunni held ég að það er verið að búið að skrifa það inn í en hún var ólétt í tökunum og það er bara falið eða skrifað inn í og mér finnst það frábært ég er alveg bara ótrúlega ánað þegar það er gert því þá er ekki verið að taka af leikonum möguleikan á að vinna þótt þú sért í barningnum Einmitt. Þannig að þú veist, það eru margar leikonur sem ég þekki sem eru að frista eggin sín og bara ætla bara að taka, þú veist, leiklistina eða þú veist, karrierið alveg á fullu og hugsa svo þetta þegar þú ert orðin 40 eitthvað, þú veist, eitthvað. Og þetta er því miður svolítið svona sama og í íþróttunum, þú veist, þú getur ekkit endilega verið ólétt á ólympíuleikunum, bara líkamlega. Þannig að það er gaman þegar þetta vinnur saman og það er hægt að gera bæði í einu. Það er draumurinn, sko. Ertu núna bara þessa dagana, ertu bara að vísum alltaf kannski smá erfitt að fljúga á svona, en ertu bara, þú veist, ertu að bíða bara eftir næsta? Já, ég er í alls konar pröfum og ég er með nokkuð verkefni sem eru framöndan, sem eru komin og ég veit hvenær eru og svona, þannig að þú veist, það er ýmislegt framöndan. En já, maður er alla daga að rífresa e-mailið og fá nýja pröfur inn og fá fundi og callback og svo skúra ég og... Svo ert í núvitund að skúra bara? Ég er í núvitund að skúra, hlusta hljóðbók og hlusta podcast. Er ekki alltaf næs að vinna stundum einhverja svona bara líkamlega vinnu? Jú, mér finnst það rosalega þægilegt. Hvað sem reynir ekki ómikið á framheilan í mann allan daginn? Ég vann rosa mikið í búðum og kaffihúsum og hinn og þessu og rosa gott að geta bara einmitt lokað að sér og bara klárað verkefnið sem maður er að gera og þú veist, skila sínum tímum inn í vinnunni og og bara, þú veist, vera með eitthvað þannig á milli, sko. Það er frábært. Það er náttúrulega draumurinn líka að geta sleppt því og verið þá kannski bara að skrifa þess á milli eða skapa eitthvað nýtt. Þannig að það er draumurinn líka, sko. Geggjað. Það er svolítið að fá þig heimsókn. Gaman að koma. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það verið rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.